Ég komin hérna til Hönnu Báru, Jóhönnu Báru og Agnars á Lýsuhóli í Staðarsveit, nánatiltekið Snæfellsbæ. Þau tóku hérna á móti okkur og voru að segja okkur frá reiðhöllinni sem við erum í núna og svona afþreyingarsvæði, hvað Men Cave, er hægt að kalla þetta það? Já. Þetta er svona afþreyingarsvæði fyrir þá sem kannski treysta sér ekki á hestbak eða fyrir eða eftir reiðtúrinn. Hér er góð og mikil ferðaþjónusta. Við ætlum að heyra af starfinu hérna á Lýsuhóli. Fyrst tökum við leik, eða ekki? Og ég sýn ykkur, ég vel eitthvað lit, sagður það ekki? Veistu, ég kann þetta ekki, sko. Ég ætla að miða á þessa grænu. Já, ég kannski ekki gefa það út. Segðu mér aðeins fyrst frá bara grunnstarfin ykkar. Þið eru með hvað, ferðaþjónustu og hestaferðir og alls konar. Já, við byrjum hérna 93, flytjum 93. Þá hérna byrjum við bara með 3 herbergi upp á lofti á íbúðarhúsinu. Mamma og Guðmundur byggu hérna. Þannig að þá byrjum við bara með 3 herbergi og setjum svo 3 lítil sumarhús 94. Fljótlega eftir og svo bara erum við búin að standa í stöðugum, bæta við og hérna erum komið með 8 lítilhús og 2 stór, stærri. Já. Þannig að við erum svona, höfum alltaf bætt við okkur. Já. Og svo byggðum við hérna reiðhöll. Já, og það er nú þrekvirki út af fyrir sig. Mér langar að koma inn á þetta er nefnilega reiðhöll. Já. Segðu mér hans sögun á bak við það. Já, það var svolítið skemmtilegt. Við fórum saman hérna Snæfellingur og við erum náttúrulega í Snæfelling, en við förum allir svona, þekkjumst allir mjög vel og förum að huga reiðhallarbyggingum og hérna förum að láta gera okkur tilboð og svona, ódýrar ef að færi 3 hallir, ein í Ólafsvík, ein í Stykkishólmi og þá við myndum kaupa líka. Og svo erum við að byggja og við ákveðum hvaða stærðir við ætlum að byggja og ég sagði alltaf við Agnar og Agnar alltaf við erum stærri. Aðeins stærri. Af því að það er alveg sama hvað við byggjum, við þurfum alltaf þegar endan komið alltaf aðeins stærra, það er alveg sama. Þegar þetta er orðið ákveðið búið að skrifa undir með pomp og prakt allar 3 hallirnar, þá kemst ég að því að ég byggði reiðhöll en þeir byggðu skemmur. Þeir byggðu aðeins mjórri hallir. Já. Þannig hún næri ekki þessum viðmiðum að vera höll. Nei, og þið getið strýttum alveg endalaust á því. Þeir eru bara í skemmanum sínum og ég höllinni. En alveg sásökuð. Þetta var rosa flottar skemmur hjá þið. Þegar þið byrjuð hérna með þessi 3 herbyggi, byrjuðu strax í hestalegu líka? Já, það var hestalegu hérna fyrir og við tökum bara við og byrjuðum aðeins líka í, rækta, þú veist, rækta hesta og höfum alltaf haft gaman að því að rækta. Já, þið hefur nú náð ágætum árangri. Já, við verðum í öðru sæti á landsmóti með Atlas. Já. Þannig að það var alveg... Er það gaman? Gaman að rækta? Það er skemmtilegast við það. Það er að rækta. Já. Hvað eru þið með mörg hross? Svona það bil, svona alveg kringum 100 hross. Þið eru vel í sveit sett upp á hestaferðir. Þið eru nú hérna með fjörurnar hérna bara beint fyrir neðan. Já. Hefur þetta ekki verið gríðarlega vinsælt? Jú, alveg svakalega vinsælt. Við erum með alveg frá klukkutímaferðum sem þú veist upp í 8 daga. Er eitthvað sem stendur upp úr í hestaferðunum? Þú veist, í þessu starfi er hérna, þú veist, hópar sem að koma. Kynnast fólkinu og þú veist, vera með sama fólki alltaf. Þú veist, það er einn sem er búin að vera 14 ár, þú veist, á hverju einasta sumri nema í fyrra, af því að hann er enskur. Og það er loka bara fyrir, þú veist, hann kemst ekki út úr landinu. Ja. Þetta heldur í honum lífin að koma til Íslands og fara í hestaferð. Og hann er hérna með hryggigt og hann er, þú veist, en við þurfum að hjálpa honum á bak. En hann er ofsalega góður reiðmaður. En bara, þetta heldur í honum bara lífinu, eins og það segir. Það er nú góð meðmæli þegar fólk kemur í 14 ára samfleytt. Algjörlega. Með svo fallegar möblur hérna inni og þessi smáatriði. Ert þú á bak við þetta? Já, þetta er allt og góð hirðinum. Já, ok, vel gert. Hvert einasti hlutur og uppi líka stólar og borð. Ég bara fer reglulega þangað og ef ég sé eitthvað sem ég finnst henta eða passa. Og það er líka endurnýtingin. Það er bara, þú veist, þetta kaup ekki alltaf nýtt eða þú veist, það skiptir máli umhverfinu að vera ekki halda aðeins endurnýtingunni. Hvað er það sem svona reiðhöll gerir fyrir okkur? Hverju bætir það við? Málið er að við erum með vatnshlaupabretti fyrir hesta og við erum með hringekju og við höfum verið náttúrulega
reynda að þjálfa hestana eins og til dæmis hestalegu hestana og svona þeir eru orðnir svona margir, maður er komið svona marga hjá, þá höfum við verið að reyna að taka þá aðeins í þjálfin áður en þeir eru notaðir. Þannig að þetta nýtist í með þjálfununa til að koma þeim í form fyrir sumarið og í tamningar þá væntanlega. Alveg í tamning og... Temmið þið sjálf? Við höfum gert það, já. Og höfum verið í því, en svona heilsufarslega séð ekki kannski núna. Já. Er ekki rétt mér að þú settir inn á aðalskipulag hjá þér kláf upp í Lísuhyrnu? Ég nú hrædd um það. Já. Það var alveg bara kláfur upp á topp. Já. Þetta stendur til, svona þegar ég vinn í lottóinu. Mér finnst þetta dásamleg framsýn að bara komin í aðalskipulag bara nógu sterkt. Já. Já, einmitt. Framsýn. Já, nákvæmlega. Þetta er vel gert.